Komið sæl og blessuð, velkomin að Rauða borðinu á þessum degi þar sem ýmislegt fór úr skorðum vegna veðursins. Við héldum á tímabili að við myndum ekki ná að framleiða neitt efni vegna þess að gestir okkar voru í vandræðum með að komast, en við erum með svona hálfan þátt fyrir ykkur í kvöld. Hann í styttri kantinu sem sagt. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér Laufey Líndal, vertu velkomin. Takk fyrir. Já, þetta var svolítið svona, það var pínlítið erfitt að vera í vinnunni á þessum degi. Allir skólarnir lokuðu, alls konar opinberar stofnanir, hvöttu fólk til að vera heima, starfsfólk og við vissum svona ekkert í hvort fóttum áttum að stíga, en endum svo með hálfan þátt. Já, einmitt. Það voru hugrakir viðmælendur sem að komu til ykkur í dag. Þetta var ekki fyrir neina aukvísa. Nei, einmitt. Mjög mismunandi aðstæður eftir hvar fólk bjó. Einmitt, já, og fullkomlega skiljanlegt að fólk bara sá sér ekki fært að komast. Það ég er bara mjög þakklátt með að við fengum þessa tvo góðu viðmælendur í dag. Já. Ef við kannski bara fara yfir efni þáttarins í kvöld áður en við höldum lengra. Já. Hvað ætlað þú að bjóða upp á? Heyrðu, til mín kemur hann Skúli Ísak Kasey sem að hann er semst hluti af hópi sem að setja upp sýningu í Borgarleikhúsinu nýlega. Hann er semst einn af leikurum í sýningunni. En leikritið hét Þegar ég sé þig, þá sé ég mig. Og var sem sagt ég reyndar sá ekki sýninguna sjálf því miður, ég bara misti af henni, en myndi ætlaði að sjá hana en svo bara var hann allt inn og búin. En sem sagt þetta er fólk að blönduðum uppruna, Íslendingar að blönduðum uppruna sem setja þessa sýningu upp og eru svolítið að fjalla sínar sögur af því að vera sem sagt hörundstökt fólk. Þannig að það eru tvær svona sýningar núna, Gæðablóð. Já, einmitt, Gæðablóð sem að þeir komu einmitt í, fyrir 2 vikum að tala um Gunnar Smára, Unnsteinn Manuel og Jónmundur og Davíð sem ræddu við hann þá sýningu. Ég er einmitt að fara að sjá hana á laugardaginn. Já, gaman. Þannig að ég næ henni allavega. Já. En sem Skúli er líka sonur hennar Amal Rún Kasey sem að var áberandi upp úr 1990. Einmitt. Hún sem sagt var kona af sómölskum, eða frá Sómalíu. Já. Sem að bjó hún kom 1987 og bauð sig meðal annars fram í borgarstjórnarkosningum fyrir Sjálfstæðisflokkin. Já. Og var svona, bara öflug kona sem að þurfti að fara í gegnum alls konar. Já, bara eiginlega stækan rasisma í íslensku samfélagi, en svona einhvern veginn. Þetta minnir mig á það að ég var nú bara með fyrr í vikunni viðtal við 18 ára gamla stúlku rasisma. Hann er Sóleyju, Sóleyju Smáradóttur. Já, akkurat. Þannig að við erum augljóslega á fullu í því að spegla, kryfja, reyna að gera samfélagið manneskjulegra og skilja meira. Já, einmitt, og líka bara eins og þessi sýning gekk út á svolítið að gera fólk sýnilegt. Það skiptir rosalega miklu máli eins og við förum yfir á eftir við Skúli. Það er bara svo mikilvægt fyrir einmitt fólk að sjá sjálft sig svolítið í endurspeglað í þjóðfélagsumræðu og listum og menningu og bara allstaðar, sko. Það er alþekkt að fólk er með einhverja fordóma, jafnvel kynþáttafordóma, þangað til fólk kynnist. Já, einmitt. Fólki sem lítur aðeins öðruvís út. Já, akkurat. Og það að nálgast og kynnast og vera einhvern veginn ekki alltaf í einhverju hatursfjarlægð vegna ótta, fáfræði og annars slíks. Þannig að samtalið er einhvern veginn galdurinn. Já, bara skiptir gríðarlega miklu máli og líka skiptir máli fyrir fólk að segja sínar sögur og svo framvegis sjálft, það er að tala sjálft fyrir sína eigin hönd, en vera ekki alltaf einmitt svona svolítið verið að tala um það. Þetta er svona, svona ekkert okkur án okkar. Nei, það er einmitt. Dæmi. Það var löngum þannig að því ég hef svo langa sögu í blaðamennsku. Ég man það bara fyrir áratugum að maður var einmitt alltaf að kalla til einhverja sérfræðinga sem tjáði sig einhvern minnihlutahóp, hóp í veikri stöðu,
en fulltrúar hópsins voru sjaldnast sýnilegir. Við borðið, já, einmitt. Það var náttúrulega fatlað fólk þekkir þetta mjög vel til dæmis og náttúrulega bara allir hópar. Það Einmitt. Já. Nú, hinliðin á penningnum í kvöld, hann kemur til mín, hann Gísli Tryggvason lögmaður. Einmitt. Og hann vann sko ansi merkilegan sigur í dómsmáli þar sem mér langar að segja ljótukallarnir. Ég ætla nú ekki að gera það. Dómsmáli þar sem að svona öfl sem eru sterk, búa yfir miklum resursum, hjóluðu í samstöðuna vegna fréttaflutnings. Akkurat. Og kærðu okkur. Já. Töldu ærumeðingar hafa verið framdar og vildu mjög háar bætur. Já. Bæturnar, ef dómurinn hefði farið öðruvísi en fór fyrir landsrétti, þá hefði bara bæturnar einar og sér geta í rauninni farið langt með að bara kaffæra svona lítið fjölmiðil eins og okkar. Þannig að það skipti mjög miklu máli að við vorum sýknuð. Já. Og Gísli sem sagt rakmálið fyrir hönd samstæðurinnar. Og það svolítið síðan að þessi dómur fjall, það sé ekki hátt í 2 vikur, en ég minnist þess ekki að hann hafi verið í fjölmiðlum að ræða bæði dóminn og þýðingans fyrir blaðamennsku. Þýðingans fyrir vinnustað eins og okkar. Við þetta rauðaborð til dæmis falla oft stórorð. Já. Og við teljum mikilvægt að fólk geti talað í líkingum, að það sé hægt að íkja og segja eitthvað í þá merkingar á þess að hvert einasta orð sé skrútinerað og allir sé alltaf hundeltir af hálfu þeirra sem eiga mesta peningana. Akkurat. Geta ráðið sterkustu lögfræðingana og hafa mestu bjargirna til að hafa sjálfstæða blaðmennsku undir. Já. Þannig að ég held að þetta verði bara fróðlegt og áhugavert fyrir hlustendur og áhorfendur og þá sem að fylgjast með samstöðinni að hlusta á Gísla lýsa þýðingu þessa dóms. Já, ég allavega bara hlakka til að hlusta á hann vegna þess að þetta eins og þú segir, gríðarlega mikilvægt fyrir bara alla blaðamenn og alla sem stunda fjölmiðlun á Íslandi. Það ennefnilega það, sko. Þetta er eiginlega risamál upp á svona það hvernig við getum starfað hér, hvernig við getum hugsað okkar rými, hvaða frelsi við höfum til þess að bæði tjá okkur sjálf og kalla hér að rauðaborðinu alls konar fólk. Já, akkurat. Við trúum ákveðið svona hispursleysi, við viljum að sem flestar skoðanir komi fram, jafnvel skoðanir sem við fyrirlítum, við viljum líka heyra þær, við viljum líka hafa þær í návíi, við viljum berjast fyrir rétti fólks til þess að hafa skoðanir sem okkur finnst algjörlega óverjandi og svo bara einhvern veginn síjar maður úr fjölbreyttum upplýsingum til þess að mynda sér eigin skoðun og dómgreind. Er það ekki einhvern veginn þannig? Það er einhvern veginn þannig, já. Og það sé svona, en ég mitt minn viðmælandi og eftir mun líka tala mjög hauspuslaust, þannig akkurat. Og það er bara, gott sérstaklega mitt þegar að fólk til eru í aðsettum hópum að fá að tala sína upplifun. Ég slíka ágætt í þessu samhengi að minna á að því ég nú með meistaragráðu í fjölmiðlun og blaðamennsku og þurfti nú að lesa yfir ansi marga dóma sem höfðu fallið gegn blaðamönnum sem hluta mínu námi og allt það. Akkurat. Og það er bara saga dómstóla og fjölmiðla á Íslandi er ömurleg. Það er bara sko forréttinda stéttir í dómarasæti hafa bara viljað hafa það svolítið kósí áfram, þeir og þeirra velstæðu vinir og það hafa ítrekkað fallið dómar sem eru alveg út í hött gegn blaðamönnum sem hafa vogað sér að ætla sér ekki að sykurhúða veruleikan og suma af þessum málum við höfum þurft að sækja þau út fyrir landsteinina til mannréttinda dómstóls Evrópu þar sem Íslenska ríkið hefur dómarar Íslenska ríkisins hafa ítrekkað að verið hundskammaðir og gert að draga sitt tilbaka og það er ágætt að svona rifja þetta upp og benda á þetta að tímandi sem við lifum núna sko þeir eru ekkert frábærir í fréttalegu eða blaðamennskulegu tilliti
hér hefur orðið mikil fækkun fjölmiðla, þeir hafa polariserast, hlutverk þeirra hefur breyst, Morgunblaðið er náttúrulega orðið meira áróðursblað heldur en fréttablað, að minnstakosti að nokkur leyti eins og umræði hefur verið síðustu daga og blaðamönnum hefur stórfækkað og fólk er hætt að gera greinamun á góðri og vandari blaðamennsku og ritstjórn og sjálfstæðum ritstjórnum og bara einhverjum bloggurum út í bæ eða einhverjum sem er duglegur að skrifa status á Facebook, oft alveg glórulausa. Þannig að við þurfum að hafa þetta allt í huga. Já, einmitt. Það er bara ég einmitt las þetta aðeins líka í mínu námi þegar ég tók stjórnmálafræði og fjölmiðlafræði samhliða. Og einmitt Já. Þannig að þetta mér minnist aður Erla Hlynsdóttir hefur náttúrulega unnið þarna sigra fyrir mannréttindadómstólnum sko. En hefur verið kærð til siðanefndar blaðamannafélagsins? Ekki ég, mitt. Þú er ekki verið kærð? Ekki ég persónulega. Nei, ég man ekki hvort ég hef verið kærður. Það er ótrúlega oft og það er farið ótrúlega mikil tími í að verðast þessum kærum. Ég hef alltaf verið sýknaður að fullu. Ég hef aldrei fengið neina áminningu eða neitt en sko orkan sem fer í þetta er ótrúleg. Já, akkurat. Og það eru til góðir lögmenn sem hafa hjálpað blaðamönnum sem starfa á litlum févanna fjölmiðlum og gera það frítt. Já. Það er eitt af því sem það hefur. Já, því að þetta er náttúrulega árásirna verða náttúrulega helst á veikum miðlana sem að þessir fjársterku aðilar vita að þeir geti lagt með bara nokkrum milljóna. Já, árás á einn blaðamann getur verið árás á heilt samfélag. Já, nákvæmlega. Ef blaðamaðurinn er að stunda störf sín af natni og einhverju viti. Það er náttúrulega nóga blaðamönnum sem eru bara í því að stunda blaðamennsku sem er ekkert göfugt við því að það hefur oft verið þannig að markaðslega er það skásta leiðin til þess að halda vinnunni, það er að elta í rauninni vitleysun og það sem skiptir minnstu máli að vera Já, svo erum við að missa blaðamenn náttúrulega í bara Já, vinstri hægri. Já. Í önnur störf. Og hvað er fjölmiðla fulltrúa stöður og upplýsingafulltrúana og allt saman. Einmitt. Það er að segja myndi, upplýsingafulltrúar. En eigum við kannski í þessu samhengi aðeins að ræða við hlustendur og áhorfendur sko stöð okkar undanfarið hérna á samstöðinni og hvernig við ætlum að bregðast við áskorunum sem að hafa orðið. Einmitt. Okkar diggustu áhorfundur hafa kannski tekið eftir að það hefur verið svolítið mikið af mér og þér. Já. Ég náttúrulega hef helst verið í tæknimálunum en ég hef svona aðeins hlaupið til núna því að það hafa bara verið Þú er hlaupið inn í brennandi hús. Já. Já, þetta sem sagt sko til samanburðar í fyrra síðsumars þá voru hér 4 dagskrárgerðarmenn á fullu. Já. Og þeir deildu svona á milli sín störfunum og við komumst bara klakklaust frá því en það var alltaf mikið að gera. Já. Það sem hefur gerst alltaf einhver hlaup en það sem hefur gerst síðan er að sko einn hætti og hvar til annar starfa og svo hafa þá 2 af þessum 4 þeir hafa verið undanfarið báðir í veikindaleyfum og veikindi annars þeirra hafa tekt sig mánuð aftur í tíman og þannig að við höfum svona verið svolítið í því að hlaupa aðeins hlaupa til, já, akkurat og stökkva til í alls konar viðtöl sem við vorum ekki undirbúin undir eða misundirbúin já, þetta er svona við verðum alveg að virða það við ykkur að hlustendur og áhorfendur þegar sýnt þessu ástandi mikinn skilning við vitum alveg að við höfum ekki náð alveg 100% að svona dekka þá gæðastaðala sem við vildum gera en við höfum svo sannarlega gert okkar besta en með góða viðmælendur sem hafa vita hvað er að tala heldur betur en sem sagt til að bregðast núna við þessu ástandi því að það horfir í það að 2 lykilmanna okkar, Gunnar Smári náttúrulega sjálfur ritstjórinn og María Lilja Þrastardóttir þá horfir í að þessi 2 starfsmenn verða mestu fjarverandi að minnstakosti næstu 2 vikur og þeir sem eftir standa eru orðnir ótrúlega lúnir bara svo það sé sagt og við viljum ekki missa þá í bruna þá starfsmenn sem eftir standa við viljum ekki missa þá í kulnun
því að við þurfum að halda áfram að hérna. Megum ekki við því, sko. Nei. Þá sem sagt ætlum við að bjóða upp á, við ætlum að bjóða upp á vikuskamt á morgun Já. Í þinni umsjá. Ég verð með hann, já. Við ætlum að bjóða upp á helgispjall á laugardaginn Já. við þjóðþekktan einstakling. Einmitt. En Sigurjón Magnús sem hefur verið ótrúlega duglegar að hlaupa hér í ýmis skörð og fylla og bara Einmitt. Frábær liðsauki samfélagurinnar. Hann eiginlega líka svolítið svona, ekki alveg við fulla heilsustendur og hann, við ætlum sérst ekki að vera með sinni Egils á sunnudaginn. Þeir falla niður. Já. Og svo ætlum við að fara óvenju snemma í páskafrí Já. Til þess að bregðast við þessu ástandi. Til þess að ná að hvíla fólkið og við ætlum að koma óvinnu seint úr páskafríi og þá erum við að tala rauðaborðið við erum að tala bara dagskrárgerð rauðaborðsins aðrir þættir utan rauðaborðsins verða teknir upp, það ekki rétt skilið hjá mér? Jú, mér skilst að þeir í sjávarútvegsspjallinu, hann Gretar Mar ég held að hann ætla að koma í næstu viku og mögulega grænaborðið. Já, umhverfismála þátturinn. Já, við erum þá að reyna að finna heppilegan tíma til að taka það upp. Og við ætlum ekki að það verður ekki þögn, nei. Við ætlum bara að endurbirta sæg af góða efni. Já, það verður náttúrulega, þó að við verðum ekki með beinar útsendingar í gegnum YouTube og Facebook, þá verður sjónvarpsdagskrárun okkar áfram á sjónvarpi Símons í fullum gangi og þar verður bara endursýnt ýmist efni, bæði gamalt og nýtt. Já. Og svo náttúrulega í útvarpinu þar sem að sem er sama dagskrá og er á sjónvarpi Símons, það verður náttúrulega bara í fullum gangi yfir alla páskana og óslitið og en sem sagt það eru bara beinu útsendingarnar okkar sem að verða ekki í en fólk getur að sjálfsögðu nálgast alla þættina eins og á YouTube og bara farið þar í annarkvort eða ítir á live flipan þá farða þættina sem hafa verið í útsendingum en svo er þetta að fara í videós sem vantanlega á íslensku heiti myndbönd eitthvað svoleiðis sem fólk er með að stilt á íslensku og þar eru öll stöku viðtölin sem hafa verið við rauðaborðið bara alveg frá upphafi þannig að þar er hægt að finna alveg sæg af góðu efni Föstudaginn langa Föstudaginn langa við hefum náttúrulega alls konar spjall sem eru vel við hæfi og við munum örgulega að velja dagskrána vel á föstudaginn langa einhverju viðtöl við presta og og alls konar trúarleiðtóga og bara svo maður einu smá orðastað við ykkur þá liggur alveg fyrir að við vildum gjarnan geta komið enn betur á móts við ykkur það eru þarna 2000 manns sem að borgið áskriftargjald eða styrktargjald og samstöðin er í rauninni ykkar eigu það eru þið sem að haldið okkur gangandi með ykkar stuðningi Það er hægt að borga 2750 krónur á mánuði með því að fara inn á samstöðun.is og finna áskriftarnappinn. En það er líka hægt að borga hærri fjárhæðir og ég hef sagt sögur af því að jafnvel einstaklingar með frekar lítil fjárráð segja mann að þeir séu að borga fjórfalda áskrift bara til þess að halda okkur gangandi. Við erum mjög þakklátt fyrir það. Við vildum gjarnan búa til enn meira efni en núna byggjum við smá skilning frá ykkur í þá veruna að þið haldið áfram að styðja okkur en gefið okkur smá rými í 2 vikur til þess að ná aðeins hlaða batterín. Já, að hlaða batterín það verður gott. Til þess eru páskarnir ansi góðir. Já, er það ekki? Jú, ég held það. Þannig að þetta nú svona, það sem að það sem sagt þá 13. apríl ekki, sem að vonandi við getum snúið bara öll á fullum krafti og þá fyrir nú bara styttast í sveitarstjórnarkosningar og við spýtum í slíka umfjöllunum sem tengist því og svo aðrar kosningar síðar í sumar sem eru nú heldur betur bitastæðar sem við vitum ekki ennþá hvort við fáum eða ekki. Nei, það er rétt en við það er smá tvísindum það er ótrúlega staða en verður ekki bara beitt þessu ákvæðið til þess að
knýja umræðan áfram? Það spurning sko, en svo ég myndi ekki skáða sko. Svo náttúrulega líka útistandandi þjóðaratkvæðagreiðsla sem við eigum nýju stjórnarskrána sem aldrei var uppfyllt, þannig að þetta allt svolítið svo maður komið því nú að verði svolítið leiðanlegur. En sko við erum náttúrulega að reyna að vera með puttan á púlsinum og fjalla þjóðmál líðandi stundar. Við erum líka menningarstöð, við erum líka mennskstöð, við erum líka að reyna að draga fram hlýja og bjarta tóna og við reynum svona mest að láta það í friði sem að sumir aðrir fjölmiðlar ganga fyrir, sem bara yfirborðið og vitleysan. Smelli beitur og annað. Við bara reynum, við erum ekki þar. Nei, við erum ekki þar, við erum í mannlega þættinum, er það ekki? Jú, og svona maður reynir að nota heilabúið og heilabúið viðmælendana til þess að reyna að skapa gagnlega umræðu. Eitthvað sem skiptir máli. Já, einmitt. Og ég kannski skýti að það má endilega ef þið viljið fá eitthvað eitthvað endurflutt yfir páskana, þá má alveg koma með óskir. Það má biðja óskalög. Það má biðja óskalög. Já, þá er það samstöðin, samstöðin.is. Já, það má senda þar inn. Ef einhverju vill eitthvað, heyri eitthvað spes yfir páskana, þá reynum við að verða við því. Já. En þetta náttúrulega, við eigum náttúrulega svo gríðarlega mikið efni. Já, alveg svakalegt. Náttúrulega framleiðslan er náttúrulega með ólíkindum. Hún er fáránleg. Já. Og eins og, þú veist, þegar ég hugsa aftur til gærdagsins, ég held að ég hafi búið til 4 klukkutíma af sjónvarpsefni. Það er mikið rétt, Björn. Þú bjóst til 4 klukkutíma. Ég er rétt aðstoðaði við kynninguna, held ég. Já, en þú náttúrulega, þetta setti líka gríðalegt álag á þig og tæknifólkið og svona. Og það er eitt sem að fólk veit ekki. Þegar þú ert að taka upp þátt, þá ertu líka í alls konar öðrum verkefnum. Já, við erum Þú ert að klippa í beinni, en þú ert líka með rosalega mikla tæknivinnu fyrir alla miðlan okkar, fyrir að rendera þessu eða hvað þetta kallast er það ekki. Við erum við Pétur, við erum Pétur Fjölstæði. Ég ber mikla virðingu fyrir því hvernig þið getið splittað ykkur alltaf í 10 áttir á meðan þeir eru að vinna. Einmitt. Þetta er bara, svona er þetta sko. Við erum samhent áhæf og berjumst til síðasta blóðdropa. Ég sem einsta móðir náttúrulega, þetta er ekki nýtt fyrir mér að vera í mörgum verkefnum í einu. Já, og ætli ég get ekki kalla mig vinnufíkil. Ætli það hjálpi mér ekki í þessum aðstæðum. Það þýðir ekkit annað á svona vinnustað sko. En já, er eitthvað fleira? Er ég að gleyma einhverju? Ég held ekki, ég held að eigum við ekki bara að gefa okkar viðmælendum sem að börðust í gegnum veðrið. Jú, gefa þeim orðið. Ég heldur að veðrið hefur aðeins Já. Það er orðið betra núna. Var ekki fuglasöngur á þann og leti? Jú. Já, þú sagði mér það. Já, ég merkilegt með fuglana. Já. Þeir steinhægt að syngja þegar veðrið er vont. Svo bara leið og léttið til þá bara bestan inn á gluggan. Já, en það er tilefni til að syngja þegar veðrið léttir sko. Fuglarnir eru í rauninni miklu betri veðurfræðingar heldur en þeir sem við hlustum á hjá veðurstofunni sko. Þeir náttúrulega geta heldur ekki sungið í svo roki sko. Það er vesen. Það er algjört vesen. Já, akkurat, neini. Þannig að við bara gefum viðmælendum okkar sviðið sem við þökkum innilega fyrir að hafa komið í dag. Akkurat. Það er ekki tímabært að segja gleðilega páska. Við ætlum að gera það á morgun og hinn daginn. Já, ég skal reyna mun eftir því á morgun og þú með helgispjall að löga þetta. Helgispjall klukkan 9 og löga þetta á smótni. Já, en það er tímabært að þakka ykkur fyrir það langlundar geð sem að þið hafið sýnt þessum aðstæðum. Við hefum fengið ótrúlega hvatning og stuðning og pepp þótt að tímatin hafi verið snúnir og við biðjum sem fyrr segjum skilning í smá tíma ef viðbútt. Svo bara komum við marg eld vonandi. En Laufey, kæra þakki fyrir samtalið og fyrir alla vinnuna undanfarið. Takk sömuleiðis. Og við förum að setja í gang örfáar auglýsingar og svo bara gjörið þið svo vel. Við viljum að okkur verði miskunnað og við skulum miskunna öðrum. Ég heiti Bogi Ágústsson. Ég trú á miskunnsemi. Fatamarkaður Vorstjörnunnar að Bólholti 6. Öðruvísi, skemmtilegur og ódýr fatamarkaður. Þar sem að það er ekki bara föt heldur allskins munir og svo er alltaf heitt á könnunni. Komið fagnandi. Opið frá 1 til 4 alla laugardaga og sunnudaga,
fatamarkaður vorstundunar. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.